Þá erum við komið með hann Atla Emil. Atli, hvernig er að vera í Ameríku? Þetta er bara rosa fínt. Svaða hiti en á móti náttúrulega mikið rigg. Það er hræðilegt. Þú búinn að prófa að keyra, segirðu? Herri, já, ég er búinn að keyra fyrstu brautina og það gekk bara vel. Það var bara braut 2. Hvernig gripið að koma út? Er það meira eða minna en áttu von á? Það er bara þó nokkuð mikið grip. Það er laust á köflum en þeir spóla sér vel áfram. Hvernig gekk þér í fyrstu braut? Það gekk mjög vel. Ég held að það er fullt hús. Þannig að... Hvernig er bíllinn? Bíllinn er þokkalegur. Við erum að eiga einhverjar gangtruflanir en vonandi finna út úr því. Og þá sjáum við hvað Atli gerir. En hann var næstur á dagskrá hjá okkur í annarri braut og sjáum hvernig hann fer hérna í þetta barð. Menn áttu pínu basli með það og hann stekkur hérna og lyftir sér út fyrir og ég veit ekki hvort hann hafi náð þessu hliði þarna en hann fór allavega ekki lengra. Hann reyndi aftur og braut hjá sér hægri framöxul við það og fékk aðeins 90 stig fyrir þessa braut. En við spurðum Magga sig hvernig honum líkaði við Ameríku. Það er svaka fínt sko. Hérna bara er ég alveg heima velli held ég. Já. Flitsja? Nei. En ég sé að þeir eru mjög svona hugmyndaríkir eins og ég er og smíða flotta hluti og eru með flotta lausnir og það er bara æðislegt að horfa á þetta. Hvernig finnst þér að keyra þetta í þessu efni? Heyrðu, svaka grip og það er bara einhvern veginn bara mjög þægilegt sko. Ekkert miklu meira heldur en ég hélt sko. Ég meira segja með smólblokkir ennþá og hann mókast áfram með þessu maður, ekkert þessu. Nú er nýtró í lagi og skulum bara vona að verði svolítið í dag, þá erum við flottir. Þá sjáum við hvað Maggi gerir. Á sínum 4 cylindra turbo Honda-mótor. Já, flott þetta. Vippa sér svona flott yfir þetta. Enda mjög léttur bíll hjá honum, þannig að þetta er yfirleitt lítið mál fyrir svona. Og bíðir nú við. Lendir í smá búki og tvistar og kemst ekki lengra. 150 úr lengt, en fekk hans 40 stig. Þetta er bara gaman þetta. Finnst þú eiga heima þetta? Væri alveg til í það. Já, þetta er vígalegt svæði. Hvenær komið þið hingað? Við komum á föstudaginn fyrir viku. Bara búin að rúnda og svona, það var bara helviti gaman. Hvernig er að keyra þetta? Það er alveg fínt sko. Þetta er grjóthart eins og sástu þetta áðan þegar þessi svakalega bylta var. Hvernig er bíllinn að gera þetta? Hann er bara að fúnkera bara mjög vel. Snillt. Sjá hvað hann gerir. Hann er að lagra á stað. Já, fer svona meira til vinstri þannig að hann leggur minni áhættu í verkið. Fer sér hann alveg þversum yfir næstu stykku og sjá hvað þetta klára þetta ekki. Aðeins niður lögslina og svo er það bara hvað. Komin í vonda stefnu en já, lætur letta hann hafa það. Og veður þarna upp á glæsilega gert. 350 lengt, 90 efstu og 260 stig alls. Þá er það David Wheeler. Lendir harkalega þarna og brýtur sennilega eitthvað í afturdrifi hjá sér. Fær aðeins 70 stig, 40 refsing og 110 fyrir lengt. En þá er það John Campbell. Já, flott. Þetta var orðið svona eins og hraðbraut að keyra þarna yfir hennar Campbellið. Þannig að það reyndist honum auðvelt. Heppin að festast ekki hérna upp í tréð. Það hefur nú verið gaman að sjá jarðhitunar eða græðunar hérna. Ná honum í burtu þar en hann fer alla leið. Fékk reyndar ekki nema 70 stig en það skiptir engum máli, hann fór upp. Næstur í braut, Gestur Ingólfsson á draumnum. Já! Tekur hann alveg þversum viðsnúning allt í einu og er að öllu líkindum ekki inn í braut því með stíi sem hann fær þá er það eiginlega svoleiðis. Hann fær aðeins 90 stig. Þá er það Guðmundur Ingi Arnarsson á lóninum. Því miður þá eigum við bara GoPro-klippu af honum í þessari braut. Mennirnir á myndalinn hafa sennilega aðeins verið að fá sér eða eitthvað. En hvað með það? Eins og þarna sjáum við hvað beygjurnar gera mikið fyrir hann. Beygir flott þessi bíll og veður þarna upp. Ekkert mál, 350 stig fyrir lengd. 170 efstu og fekk aðeins 180 stig. En þarna er hann á leiðinni inn í pit og leiðum hann stoppar og drepur á þá er kallað eldur. Þá er sennilega búið að fá að dorma hann í húddunni hjá honum eldur og hann tók ekkert eftir því. En
eins og þið sjáið þá eldurinn allt í einu gríðarlega mikill og við vorum að taka viðtalarni við Óla Braga á sama tíma og ég hélt á tímabili að þessi bíl myndi bara brenna til kaldra kola en íslenska vatnið, það var að gera sitt gagn þarna með þetta mikla súrefnisinnihald en maður á ekki að hlæja svona, það munaði engu að illa færi þarna. Hvað segir ykkur mér, hvað er að gerast? Það er ekki gott að segja. Hvað, komstu inn í pitt til þess að gera við eitthvað? Já, það var fyrirfram ákveð að koma núna inn í pitt. En svo bara því stoppaði þá var laus eldur í þessu. Sérðu eitthvað, er eitthvað skemmt? Já, alveg örugglega. Hvað átti þetta bulli, þér fara að laga þetta? Og þarna má sjá aðstofamennina reyna að slökkva í síðustu glæðunum. En næstur í braut, Þór Þormar Pálsson. Og þarna sjáum við að það er á ægilegu snúningar á mótor en dekkin hreyfast ákaflega lítið. Og það fátt og það er sennilega ekki eitthvað bilað. Við hlupum inn í pitt og athugum stöðun á Þór. Hvað segir Þór? Hvað er að gerast? Það segir ekki sjálfskipting. Sjálfskipting? Já. Hvað fer það? Fer hún út af hverju? Ég áttum ekki alveg á því. Það er búið að vera bara í góðu lagi með hana og sem bara allt í enn bara tekur ekki neitt. Hvað bilaði ég honum áðan? Það fór afturdrif og framöksull. Ef við ekki bara segja bara gangið vel eða? Ég veit ekki hvort að það virki. Strákar, hvað er að gerast hér? Það er smá bílað. Hvað er bilað? Við vitum ekki ennþá. Eitthvað tengt þessu gráa hérna á borðinu samt? Já, eitthvað smá. Hefur eitthvað grunað það samt? Kemur í ljós núna. Þetta að lýsa þessu fyrir mér beinni, hvað sér? Ekkert ennþá. Þannig að svona fiskalikt allavega. Já, mjög vond lykt af þessu. Illa brunnin skipting. Illa brunnin skiptingin. Var bíllinn orðið góður á öðru leyti? Já, við vorum ekki búin að fá einn almennilegan gang í hann í gær. Eftir að við þurftum að skipta hett, það fór hettbakning í gær. Skemmti hettið, fengum ný hett og náðum ekki neinu að prófa hann almennilega, það er skiptingin gaf sig. Rafmagnið er klárt. Hvað sér, kveiknaði í bílum síðan á hana? Það skiptingin sprautaði vökvanum út og þá kveiknaði í þessu. Þannig að það logaði svolítið og brunnuði hérna nokkri vírar sem að er búið að laga núna. Það er gott, gangi ykkur. Takk fyrir. Það var næstur Johnny Jackson á álbílnum sínum og við sjáum hvað hann gerir. Nei, fór hann aftur fyrir sig og fekk aðeins verið það 140 stig. 40 mínustig og 100 stig alls en það var næstur Snorri Þór Árnason og hann fer hann aðeins meira til vinstri eins og hann sá þá gera þarna áður og það virtist vera miklu betri leið þarna í gegnum þetta en taldi þó nokkra refsingu og sjá hvað hann gera þarna að gefa yfir hrygginn, þá var það bara betri hægri en lendir í ykkur smá vesinn þarna og þarf að hætta braut, gjörsamlega brjálaður. Þetta stundur svona, fekk aðeins fyrir þetta 180 stig. Það var hann næstur í braut Guðlaugur Helgason á Galdragull. Hann fer sömulega á Snorri, tekur þarna þessa refsingu fyrir stikuna. Já, flott þetta. Það var bara að klára þetta, fara hann yfir hrygginn og svo beint upp til hægri. Svo er það bara að klára þetta, passið að velta ekki þarna eða festa sig. Já, flott þetta. Hann nær beyjunni þarna, það er bara upp með þig. Já, klárar þetta flott. Fekk fyrir þetta 350 lengt, 60 refsistig og 290 stig alls. Þá er það Haukur Viðar Einarsson. Sjá hvað hann gerir. Og láta það á þetta. Stekkur þetta upp að endan og veltur. Fær aðeins 110 stig. En við vindum okkur beint í stöðuna eftir aðra braut. Í fyrsta seti Guðlaugur Sindri Helgason með 600 stig. Í öðru og þriðja seti Snorri Þór Árnason og Gummi Ingi með 530 og í fjórða seti Geirhjörður Grímsson með 510 stig. Hjá okkur fyrstur í þriðju braut er Atli Jamil Ásgeirsson á Thunderbolt og því miður þá var
myndatökumaðurinn eitthvað sennilega á kamerunum eða eitthvað, þannig að hann var ekki viðstaddur myndaðalinn akkurat þegar hann fór á stað, þannig að við hefum bara GoPro-efni á hann til að byrja með. Það snerist þessi braut snerist það að fara hann yfir hansi háan hól hann í byrjun, niður hann og svo beint til hægri og upp á gríðarlega krappa öxl. Þarna sjáum við, þarna vaknaði myndtökumaðurinn og hann var í einhverju pínu gangtruflun með þá og komst ekki hann upp og fékk aðeins 120 stig. Það var það Magnús Sigurðsson á köflum. Já, flýgur hann upp á alveg. Og svo er það bara að sjá hvernig hann gengur hann hinum með við hennan hól. Það virtist Nei, rúlar honum þarna maður. Ekki mjög ánægður, fékk aðeins 130 stig, það var að Geirivert. Og hann situr á kviðnum, fer ekki lengra, 80 stig. Næstur á dagskrá, John Campbell. Hann virtist ekki vera að gefa Íslendingunum neitt eftir. Fór aðeins hægar yfir ef það var eitthvað ábyrgandi. Sjá hvað hann gerir hérna. Hann fekk 160 stig fyrir lengd og 160 stig í refsingu, þannig að hann fekk 0 stig fyrir þessa braut. Fer útrúlega langt samt. Svo hann sennilega glemt að bara klára brautina hann eitthvað, hér bara niður í pitt. En það var það Gestur Ingólfsson. Já, glæsilegt þarna. Það var eins og það allt í plana á honum. Rétt svona tiplaði með vinstra afturdekkinu hann og rétti bílinn af, hrikalega flott. En hann fekk fyrir þessa braut 160 stig fyrir lengd, 20 refstig og 140 stig alls. Það var það Guðmundur Ingi Arnarsson á ljóninu. Sjá hvað hann gerir. En hafa verið pínu vandamálu með að komast lengra en hann yfir hrygginn. Sjá hvað Guðmi gerir. Búinn að laga bílinn eftir brunan. Já, flýgur hann yfir alveg. Svo er það bara að klára það. Tekur þetta smá floppy spin fyrir okkur. En situr fastur þarna. Ekki það sem aðstofliðið hafði planað, en hann fikk aðeins 170 stig fyrir þetta. Það var það Bjarki Reynisson. Hann fyrir ekki lengra, 80 stig. Það var að Snorri Þór. Á kórdrengnum. Til gamans má geta þá Snorri búinn að selja þennan bíl. Hann að fara norður til Akureyrar í hendurnar á Þór Þormari Pálssyni, en þeir skiptu á bílum. En hvað með það? Snorri að gera þetta flott þarna. Sjá hvað það klára þetta síðan ekki. Bíðum við. Jú, þetta er flott enn sem komið en bíðum nú við. Lendir í ykkur smá nikki þarna og ákveður að hætta og fær aðeins 140 stig. Næstur í braut Guðlaugur Sindri Helgason, Galdragull. En þeir eru þarna í harðir í baráttum fyrstu 3 efstu sætin. Gummi, Snorri og Gulli. Nú var það hvert einasta stig sem telur. Sjá hvað hann gerir. Bíðum nú við. Þetta lendir í einhverju smá vesenni. Ákveður að bakka þarna. Og svo bara halda áfram. Sjá hvað gerist. Já, flott þetta. Flýgur hann yfir. Já. Lætur hann alveg gjörsamlega að hafa það. Svo er það bara að klára það. Beða hann hart í hægri og nei! Já. Bjarga sig glæsilega að hann fór að veltu og fékk fyrir þetta tilþrifaverðlaunin. En fyrir þessa braut fekk hann 220 fyrir lengd, 40 refsistig og 180 stig alls. Það eru næstur Ólafur Bragi á refnum. Já, hann var reyndar tæpur að festa sig þarna. Var hann ekki að láta það á sig fá. Keyrir þetta í drulluna, menn hún heppnir að ná sér upp úr henni eða lent í henni. Svo er bara að halda fram. Íðinu við, tók einhver vinstri hlikk hana.
Já, svo bara upp á hann. Nei, veltu bílnum hana. Og, jæja, virtist á sloppið að öllu leyti. Og fekk fyrir þetta 120 stig, 160 fyrir lengt og 40 refstig. Það var næstur í braut hjá okkur Ingólfur Guðvarðsson á guttanum. Gríðarlega gaman að horfa á hann gera. Ekkert hræddur við að grjót standa bílinn, sami hvað aðstæðan mann er. Og það sannaði sig í þessari braut. Sjá þetta. Og þarna er hann einhverju smá, nær nú alveg. Nær hérna rétt að sjá við liðarallanum, svo er hann yfir kampinn, hann komið manna lengst þarna. Og svo er hann bara að klára þetta. En býðum við, svo sér maður hann bara upp á endan hana. Rúlaði gríðarlega harkalega þetta niður. En hann slapp eins og vanalega og var illa ánægður með þetta. Fékk fyrir þetta 240 fyrir lengt, 100 refsistig og 140 stig alls. Flott hjá Ingo. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Betri drifbúnaður, betri eldsneytisnýting, betra verð. Honda CR-V, endalaust betri. Við vindum okkur í stöðuna eftir þriðju braut. Í fyrsta seti er Guðlaugur Sindri Helgason með 780 stig, í öðru seti Guðmundur Ingi Arnarsson með 700 stig, í þriðja seti Snorri með 670 og í fjórða og fimmta seti eru Magnús og Geir Evert. Spennandi. Og í fjórðu braut fer fyrstur hjá okkur Magnús Sigursson á kubbnum. Hrikalega gaman að horfa á hann kera. Eins og þið sjáu alveg skítléttur og flottar hreyfingar í þessum bíl. Og sjá hvað það kláraði þetta ekki fyrir okkur. Þessi braut reyndist vera gríðarlega erfið og hann fór ekki lengra. Fekk fyrir þetta aðeins 70 stig. En það var að Geir Evert Grímsson á sleggjunni. Á flott þetta. Svo bara láta hann hafa þetta. Og nei, rúllar þarna. Skemmti bílinn að vísu ekki neitt sem betur fyrr. Fekk fyrir þetta 100 stig og engar refsingu. Það var að Skafti Skúlason og hann braut þarna hjá sér afturdrif eða millikassa eða eitthvað, ekki alveg vitað og fór ekki lengra. Fekk fyrir þetta 80 stig. Þarna voru tvær fyllibittur frá Akureyri. Gríðarlega hressar. Og næstur hjá okkur John Campbell. Sjá hvað hann gerir í þessari braut. Já, flott þetta. John Campbell er maður sem að á alveg örugglega eftir að láta það sig kveða eða það verður keppt aftur þarna úti. Því að rosa flottar. Já, ekki var að enda við að hælunum svo rúlar hann þetta. Fekk fyrir þetta 90 stig, 130 fyrir lengt, 40 refsistig. Það var að Gestur Ingólfsson. Jæja, sjá hvað hann gerir. Ó, tæpur Rikki Bakk. Nei, hún nærði ekki. Veltu þarna. Braut undan hjá sér afturdekk og ég veit ekki hvað hérna. Fekk fyrir þetta 90 stig, 100 fyrir lengt og 10 refsistig. Hann er flottur að það. Nei, það hékk ekki eins og flaggi á príkinni honum. Það brotnaði allt sem brotna gat hjá honum. En næstur er Guðmundur Ingi Arnarsson. Sjá hvað hann gerir. Nei. Já, þetta tæpur að það enn og rúlar síðan. Og hann stoppar ekki bíllinn á honum, þannig að hann heldur áfram að rúla hann niður. Eins og þið heyrið þá er þetta gríðarlega átakalegt og beint á kafi í drulluna. En bíllinn slapp alveg og Gummi var hress. Það var næstur Guðbjörn Grímsson á Katla. Eða Kötlu. Að fór lítið fyrir honum þessu helgi. En hann reyndi samt og fekk fyrir þetta 90 stig. Þá var það Snorri Þór. Sjá hvað hann gerir. Klofar þetta gríðarlega, þetta hlið þarna og þetta líka. En býður við, hann er komin manna lengst þarna. Sjá hvort hann klárið þetta ekki. Jú, fer alla leið. En fekk hann ekki nema 240 fyrir lengt og 120 stig.
í refsingu og 120 alls, þannig að en næstur í braut Haukur Viðar Einarsson á TAS og jújú, hann ákveður að velta til að halda sponsornum glöðum, fekk aðeins 80 stig fyrir þessa tilraun hjá sér. Hann myndi reyndar halda að hann hafi verið að koma á klósettinu hana. En já, næstur Óli Bragi Jónsson. Sjá hvað hann gerir. Búinn að horfa á Snorra að gera þetta flott. Og hann ætlar sér alveg örugglega að gera þið sama. En lendir svolítið leiðilega mikið til vinstri hana. Næri þess ekki. Og reyndi að bjarga sér hana. En gerði sennilega bara illt verra. Og rúlar hana frekar harkalega og beintón í drullupittin hana. Eins og ég sjáu þá var hann mjög blautur og ógeðslegur. Mönnur stóð nú hreinlega bara ekkert á sama. En hann fekk fyrir þetta 80 stig. Skemmtilegt. Þetta eitthvað sem þvottavél ræður ekki við. En næstur í braut hjá okkur Þór Þormar Pálsson. Síðastur allra þennan dag til að keyra braut og þá búið að skipta skiptingu hann í bílnum hjá þeim, eða hjá honum, og það alveg augljóst að það ennþá eitthvað vandamál. Bíllinn alveg ægilegan snúning og hreyfast bara ekki á hann hjólinn. Gríðarlega öflugur bíll og súrt að sjá hann ekki vinna meira, þarna koma þessu afli frá sér. En með að bíða augnablik, þá virtist vera að olían eða eitthvað hafi náð að kólna mátulega svo hann geti haldið áfram og hann ákvað að vaða á þetta en veltu síðan hann. Og bíðið, rúlar ennþá meira. En staðan eftir daginn eða 4 þrautir svo hljóðandi að Guðlaugur Sindri Helgason í fyrsta seti með 860 stig, Guðmundur Ingi Arnarsson í öðru með 810 stig og Snorri Þór Árnason í þriðja seti með 790 stig. Hvað segið þið? Hvað að gerast þetta? Herre, það er verið að skipta vél. Skiptum vél? Já. Við mistum þrýsting og í staðan fyrir að skemma vélina þá ætlum við bara að setja nýja. Mistuðu þið olíuþrýsting? Já, hann lækkaði bara og bara í staðan fyrir að taka áhættu að eitthvað skemmist, þá bara setjum við aðra vél. Voruð þið með? Við komum með vél með okkur. Já, það komum? Já, vél og skiptingu. Þannig þið verið enga stund að kippa það súra og græta? Við erum búin að vera 1,5 tíma, klukkutíma. Við erum að fara að klára. Gangi ykkur. Já, takk. Ekki. Hvernig gekk hjá þér? Herru, þetta gekk bara ágætlega. Ég svo sem var ákvað að vera svolítið viltur á gjöfinu og svona, velti í annarri braut og við eittum hérna þriðju braut í það að keyra við að bogna allt, svona svipað í síðan að bognu alla festingar á afturhásingun og skaft og eitthvað, lögum það og svo var ég bara klaufi, hann í braut 4 og velti bara aftur. Já. Er þetta gaman? Þetta ógeðslega gaman. Já. Hvernig finnst þið keppnin hafa verið í dag? Bara mjög skemmtileg og gaman að sjá hvað strákarnir að taka á bílunum. Menn ekkert að spara neitt sko. Sýna konuna hvernig þetta er? Já, nákvæmlega svolítið svoleiðis. Do you like him? Hundreds, yeah, heck yeah, it was a hell of a show, man. Yeah. Great driver, good hill. It looks like he has some competition out there. That's the choir boy. Are you gonna watch this next year? Absolutely, yeah, absolutely. I watch you guys on YouTube every time I can, and whenever I get a chance, YouTube, man. Formula Off-Road, coolest show, you know. I love the American Rock Bouncers, that's cool. I go to all their shows, but Formula Off-Road is killer, man. And I wouldn't miss this for a minute to come over here and watch this, man. Oh, cool. Luckily, I live only in Nashville, Tennessee, so it's only a 3-hour trip to come over here, but and a lot of moonshine. Oh, a lot of moonshine, man. Come on now, we live in the freaking sticks, man. You gotta make moonshine, you gotta drink moonshine. Come on, beer and moonshine, nothing better than that, man. All this other tequila stuff, yeah, screw that, man. Make some moonshine, man. Moonshine's where it's at. Þú að fara í moonshine núna? Já, þetta gott hjá hann, sko. Jú. Hvernig stendur þetta daginn? Þetta alltaf lagi. Það hefði verið gaman að klára fleiri brautir. Já. En við reynum bara betra á morgun. Já. Bíllinn í lagi? Jú. Hann bilaði fyrst skipti í dag. Bara vissinn. Jæja, Ingo. Þetta búið að vera mikill dagur. Hvað að gerast? Bara smá, ein velta, svona 2, 3, 4 eitthvað, ég veit það ekki. Og bara, já, gaman. Hvað er verið að brassa núna? Laga stífu og laga öxul á framann
og demparafestingu. Þetta er veltuna. Já. Er þetta ekki óþægilegt? Nei, þetta var gaman. Já, þetta var gaman? Já. Þá er öðrum þætti okkar að 3 frá Ameríkuhreppi lokið. Í næsta þætti sýnum við okkur frá 3 síðustu brautunum sem fóru fram daginn eftir. Fylgist með næsta mánudagskvöld klukkan 8 hér á N4.